Hæ, ég heiti Danni og ég í stjórn ÆSK og ég hérna með Sólveig Önnu Bóasdóttir sem prófessor í guðfræðideildinni í HÍ og hún í daginn að taka þátt á málþingi sem að fjalla umhverfismál og hún fara að fjalla gullnu regluna. Sólveig, hvað fjallaði málið þitt nákvæmlega? Já, eins og þú sagðir, það fjallaði gullnu regluna og hvernig við gætum nýtt hana þegar við erum að tala loftslagsbreytingar og hvað við þurfum að gera. Og gullna reglan regla sem ekki bara kristin eða í kristnu samhengi, heldur hún þekkist allan heim í öðrum trúarbrögðum. Og hún svona eins og flesti vita, allt sem þið viljið að aðrir menn geri yður, það skuli þér og þeim gera. Þannig að þarna verið að höfða til þess að þú setir því annarra spor og það sem aðrir vilja að þú gerir, þú skalt þá vera eins. Þannig að þarna verið að höfða til samsemdar, ef við skiljum það orð, að við eigum sameiginlegt eitthvað. Ertu það að segja að við þurfum að setja ykkur í spor þeirra sem að lenda illa út af loftslagsbreytingum og umhverfis? Já, ég byrja á því einmitt að það spurningin hvort það nægjanlegt að bara taka gullnu regluna eins og hún og segja við þurfum að setja okkur í spor þeirra sem að til dæmis verða fyrstir fyrir afleiðingunum eins og núna þar sem að búið að fara yfir fellibyljir og það allt í rúst, við verðum að hjálpa þeim. En svo var ég að segja svolítið meira en það að gullna reglan ekki bara milli manna, heldur við verðum að útvíkka hana og við verðum að dýpka hana. Við verðum bæði að breikka og dýpka gullnu regluna og skilja hana þeim skilningi að við verðum að samsama okkur með öðrum lífverum á jörðinni, með dýrunum og lífverum og með náttúrunni. Þannig að þetta gildir ekki bara menn, heldur að við verðum að vera vinir og jafningjar allrar sköpunarinnar og allrar náttúrunnar. En hvernig núna ef við setjum okkur í spor einhver sem fer hræðilega út úr loftslagsmálum og það bara allt hræðilegt og ömurlegt og við erum bara grátið nær, hvað getum við gert? Hvað getum við gert, já. Þetta náttúrulega stór spurning en við getum eitthvað gert og við verðum að gera eitthvað og við verðum að byrja strax. En hver og einn getur ekki gert mjög mikið, þannig við verðum að taka höndum saman og sem ung og gömul verðum við að finna út úr því hvað við getum gert með hverjum og byrja strax. Við vitum fullt af hluti sem þarf að gera og þarf að gera strax. Við verðum að hafa áhrif á stjórnvöld, við verðum að krefjast þess að stjórnvöld geri miklu meira og svo verðum við líka að gera heima hjá okkur allsstaðar þar sem við fáum því við komið. Svo við verðum að vinna saman í hópum? Við verðum endilega að búa til hópa, litla og stóra og vinna saman. Heldur þú ekki að svona 500 manna hópur á krökkum á landsmóti sé með tilvalinn til að gera eitthvað, taka undir saman? Ég held að svona stór hópur, hann getur skipt sér upp í fjölda litla hópa og látið virkilega sig muna. Þannig að þið ættuð endilega að fá krakkana til að búa til hópa þar sem þið búa og byrja að taka til hendinni.